Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Ljósanótt 2024 nýlokið og þar var mikið fjör og margt fólk. Við vorum með myndavélina á ferðinni og þátturinn tileinkaður Ljósanótt 2024. Kjartan bæjarstjóri, hvað ertu búinn að mæta á margar ljósanætur hátíðir? Vistu það? Allar. Já. Ef að þetta svo 23. þá ég núna á minni 23. Nei, grínlegst, ég búinn að mæta þar allar bara. Já, ég bara verið það heppinn að vera heima alltaf þegar þetta að gerast. Þetta eitthvað svona sem sameinar íbúana, virðist, ef maður horfir á mætinguna og stemminguna? Já, þetta alveg æðislegt, sko. Og þó að sé blási aðeins og skýjað og kannski eitt og eitt rigningadrópið, þá menn ekkert að láta það stoppa sig neitt, sko. Klæðum okkur bara vel. Já. En þannig að það svona sem að bæjarbúar að fá út úr Ljósanótt? Finnst þér þetta svona, já, bara gott start á vetri og hausti? Já. Og bæjarbúar að sýna sitt rétt andlit á mörgum sviðum og það hér 100 eitthvað aðilar sem með sýningar og eitthvað. Já. Sko, það sem ég finnst, svona ég finn meira fyrir núna síðustu ár, bara þetta. Það að segja að hitta fólk og koma saman og hafa gaman. Fara á sýningar, jú, vissulega, og hlusta á tónleika og svona. Bara þessi mannlegu samskipti líka sem að skipta miklu máli. En þetta náttúrulega hellingsvinna og sveitafélagi heldur utanum þetta. Já, það rosalega margt gott fólk sem kemur að undirbúningi og framkvæmd og svo náttúrulega frágangi á eftir líka. Við erum bara mjög heppin og þetta mjög mikið sama fólkið sem kemur að þessu ár eftir ár. Og við verðum kannski, almenningur verður lítið var við þann hóp en hann stór. Ég get ekki sleppt öðru sem að spyrja þig náttúrulega að Reykjanesbær fagnar 30 ára afmæli á þessu ári. Sveitafélag sem að sameinast og Keflavík, Njarðvík og Höfnum árið 1994 og þú ert búinn að vera svona þátttakandi í þessu allan þennan tíma. Hvernig finnst þér svona þegar þú horfir tilbaka þessi 30 ár verandi í framlínun allan þennan tíma á ýmsum sviðum? Hvernig finnst þér svona, hvernig horfir að sveitafélagi í dag að hafa þróast á þessum tíma? Mér finnst þetta hafa verið bara yndislegt að fylgjast með þessu. Sko, Ellert heitinn, bæjarstjóri, hann sagði, ég var í bæjarstjórn á þeim tíma, hann sagði þetta mun taka 3 kynslóðir. Ég held að það sé hárrétt hjá hann. Maður heyrir, það örugglega einhverjir sem telja að þetta hafi verið röng ákvörðun. Ég ætla ekki að fullyrða að það sé algjör sátt þessa ákvörðun þó sé hún 30 ára gömul. En ég þarf að fullyrða 99% af fólki bara sátt á hana. Svo hefur náttúrulega íbúum fjölgað svo rosalega mikið líka þetta. Og mjög mikið af því fólki náttúrulega flutti bara til Reykjanesbær, bjó aldrei í Keflavík eða Njarðvík eða Höfnum, sko. Og veit ekkert hvar bæjarmörkin liggja eða neitt í því, sko. Þannig að það frekar auðvelt fyrir það að svara þegar ég spurði hvort að Reykjanesbær berði að framtíð fyrir höndum eða þó sé 30 ára. Já, ég held að sveitafélagið sé rétt að byrja, sko. Þú veist. Það svo margt í pípunum líka núna og hefur verið og margt gott að gerast að já, ég mjög bjartsýnn, ekki bara fyrir hönd Reykjanesbæjar, heldur bara Suðurnesjana líka, allra. Það hefur verið, getum við sagt, meiri vöxtur svona síðustu 10-15 ári. Heldur en 15 árin þar á undan, hvað var þar íbúa fjölda og stærð og það? Já, þetta kemur held ég í svona stökkum eða lotum og þú veist, einhverjum bilum. Það koma uppbyggingatíma sem geta varað í 5, 10, 15 ári eitthvað. Svo kemur bara stöðratímabil
strax á eftir. Sem betur fer aldrei fækkun, við erum aldrei að missa fólk eitthvað annað frá okkur þannig. Það er ekkert svoleiðis. En það er búið að vera sérstætt verið þið, þú byrjaði sem bæjarstjóri 10 árum síðan að hvað, er búið að fjölga mikið á þeim tíma? Hvað, nánast 1000 manns á ári? Nálægt því? Já, sko, ég var ekki búinn að vera lengi í starfið þegar ég fór með blómvönd upp á sjúkrahús og fagnaði 15.000 íbúanum. Núna erum við 24.000 og eitthvað, þannig að það hefur fjölgað næstu í 10.000 íbúa. Af 15.000 eru það hvað, 70%, 66,6% fjölgur, sko. Það er algjört einsdæmi á Íslandi í svona stóru sveitarfélagi. Og því fylgja áskoranir? Já, vaxtarverkir. Við höfum fullt í fangi með að byggja nógu mikið á skólum og út af leikskólapláss og allt það. En það samt gengur bara vel. Glæsilegt, til hamingju. Já, takk, sömuleiðis. Öðrum kossi þá aftur í stef, aðeins þér að blás mínar fer, og að síðustu ást mína segir þér, sæll af ást ég er. Jæja, afmælis árgangurinn 1974, hvað er búið að vera stuð? Það er búið að vera mikið stuð, það er lítið eftir að röddinni, það er búið að syngja mikið, já. Hvernig er tilfinningin að vera orðin, búin að ná þessum áfanga? Nú er okkur allir vegið færir, sko, nú er þetta bara komið, já. Hömlumnum hefur verið lyft. Ég einhvern veginn fekk smá veður að því einhvern veginn að það hefði verið smá stuð á okkur í gærkvöldi. Já, þetta var mjög gaman og mjög vel heppnað og allir í góðu skapi og þetta var yndisleg samverustund hjá okkur 74 árganum. Að vera að rifja upp gamla tíma? Já, mikil ósköp og bara æðislega gaman og bara svo mikill heiður að fá að alast upp með þessum árgangi og vera henni í Keflavík og fá að vera svona frjáls og það var svo skemmtileg tími að alast upp og svo heppinn að fá að vera með þessu fólki og maður er endalaust þakklátur fyrir það og verið það öll. Þannig að það eiginlega kom svona saman í gær hvað við vorum ánægð að vera öll saman. Já. Það var einmitt, þú svaraði næstu spurningunum minni en ég ætlaði þá að fara með hana yfir til Sigrúnar af því að hún býr núna að megninu til í útlöndum. Þegar þú rifjar þetta upp líka, færð þú sömu tilfinningu? Já, og svona svolítið ótrúlegt að hugsa tilbaka, þú veist, hvernig einhvern veginn struktúrinn og öllu og sem foreldri líka núna, magna við skulum lifa þetta af bara, þú veist það, en það, náttúrulega maður var fyrir vikið, náttúrulega rosalega svona sjálfstæður og ég held að það sé það sem einkennir bara einstaklingana, þú veist, að maður stendur undir sjálfum sér af því að maður þurfti að gera það, þú veist, að það, já, og bara að kunna taka ábyrgð á sjálfum sér. Ég held að það sé eitthvað sem við förum með. En nú býrð þú í Englandi, í London. Er rosalega mikill munur? Já, ég meina það sem ég upplifði í æsku er ekki svipað því sem að börnin mín upplifa í London og það eru kostar og gallar, þú veist, á báða vegu að ég er ekkert að segja að það hafi verið algott og það var ekkert endilega auðvelt að alast upp í Keflavík. Þetta er svolítið full on umhverfið, þú veist, og þetta er svona, já, maður þarf að berjast fyrir sínum rétti og sjálfum sér, sko. En það eru mörg tækifæri sem ég hefði náttúrulega bara gefið útlim fyrir sem börnin mín fá í Bretlandi sem er bara öðruvísi, en það er bara maður velur sér hvar maður elur manninn og maður býr að uppeldinu auðvitað, þú veist, já. En þú ert ennþá heima á slóðum með allt þitt fólk? Já, ég bý í Innriðavík, var svo lánsamur að giftast konu úr Innriðavík og bý þar. Þannig að finnst þér þú sjá mikið mun núna frá því að þú varst krakki og sjá svona samfélagi í Reykjanesbæ öðruvísi í dag eða bara svipað? Sko, náttúrulega samfélagið er náttúrulega búið að stækka mikið og það er ekki alveg svona allir þekki alla, en rosalega gott að ala upp börn, maður finnur það og ég er að vinna hjá stóru fyrirtæki og maður heyrir sko að það er ekki svona mikið frjálsræði hjá fólki sem er að ala upp börn annar staðar, þannig að þetta er bara yndislegt að ala upp börn í Reykjanesbæ.
Ertu ánægður með Reykjanesbæ sem setta á núna bæjarfélagið 30 ára gamalt? 30 ára gamalt og Byggjar á eldri grunni reynda? Já, akkurat og jú, mjög ánægður og svo það bara fólki sem hérna, sem bara frábært og það það sem gerir bæ góðan, sko. Og Sigrún, þetta sammála því þó að þú sért bara í heimsóknum? Já, mér svona finnst, ég hálfpartinn búa á báðum stöðum, ég kem hérna það mikið, þannig ég held ég hafa alveg ágætis tilfinningu fyrir bæjarfélaginu, ég alltaf hér, þú veist, hjá mömmu þegar ég kem og þetta er náttúrulega rosaleg breyting, þú veist, og bara, þú veist, að upplifa svona umferðarteppi í Keflavík svolítið áhugavert, þú veist, eitthvað sem alvanalegt í Bretlandi, alveg bara það tók mig tími til að komast inn í Netto, hvað að gerast, þú veist. Þannig að það er náttúrulega óbúslega breytingar og líka bara, þú veist, bara fjölbreytinni í fólkinu, þú veist, að það var svo langt í frá þegar við vorum að alast upp að það veri svo. En það bara á ábyrgð okkar náttúrulega sem samfélags og ég spegla Reykjanesbæ svolítið í London vegna þess að London ekkert eins og restin af Bretlandi varðandi þessa fjölbreytni, þú veist, að það er svo miklu meiri fjölbreytileiki í London heldur en nokkuð staðar annars staðar og það þar, nákvæmlega þar, sem að kynþáttafordómar eru ekki til staðar vegna þess að fólk lærir inn á það að það hafa allir sína kosti og það hafa, þú veist, manneskjur eru manneskjur og við erum ábyrg fyrir því að búa til farsælt samfélag. Þú veist, við losnum ekkert það við þá ábyrgð og það er á okkar ábyrgð að gera þetta samfélag gott. Heimatónleikar á ljósanóttinni í Reykjanesbæ orðin órjúfanlegur hluti af dagskráni en tæp 10 ár eru síðan tónleikarnir voru fyrst haldnir. Þá voru tónleikarnir allir í gamla bænum svokallaða og í ár voru fernir tónleikar þar og tvennir á öðrum stað í Reykjanesbæ. Hjónin á Melteigi 16, Ævar Pétursson og Linda Björk Pálmódóttir voru að taka þátt í þriðja sinn. Það eru heimatónleikar í gangi, eins og í grenjandi rigningu og stuði. Já, ég búin að taka nokkuð vídeo og ég mátti þakka fyrir að síminn hafi ekki bara fengið dembu yfir sig. Já, þrátt fyrir að hann sé undir í raun að veru markísu, þá virðist það ekki breyta máli og búa vel listamannin, hann undir, en það samt hann að veðrast til hana. Þetta var ansi mikil demba sem að gerði það. Við vorum svona vonast til þess að þetta yrði, við vorum að trúa Bliku. Blika var mjög jákvæð í Svanni í dag, en veðri bara vann í kvöld. Ja, við náttúrulega búum í Íslandi. Það er bara þannig, menna fólk. Veðrið vann ekki í kvöld. Nei, við færum okkur bara inn eftir hlé. Já, við ætlum að færa bara inn eftir hlé. Fólk að skemmta sér úti. Snorri flottur, fólki bara í regnkápum. Snorri er virkilega flottur og hann bara gerir sitt, hann bara úti, en hvað, þið ætlaði að færa þetta inn eftir hlé. Já, við hljófum bara inn. Nema að hægt að rigna. Já, við hljófum bara inn þegar við sáum svona hvernig, sérstaklega með þessar gusur sem voru að koma hana yfir marki svona. Þannig að við bara hreinsuðum stofuna. Já. Þannig að það er bara allt alveg tilbúið. Einmitt. Hérna eftir hlé. En þetta verður geggjað og fólk var bara mjög jákvætt sem kom hérna inn. Það var bara, jú, þetta er bara íslenskt veður, getum ekki búist við ykkur öðru. Fólk bara klæði sig, þú ert í regnkápu og íslenska ullin. Íslenska ullin, mér er ekkert kal. En byrju, þessir heima tónleika, þetta er rosalega flott konsept. Hvað hafið þið tekið þátt lengi? Þetta er þriðja árið okkar. Í raun og veru 5. árið okkar, en síðan voru ykkur COVID 2 ár úti, þannig að þetta er í raun og veru 3. árið sem við erum að halda eitthvað úti og það var náttúrulega það var alveg spurning með að aflýsa í fyrra, en þá var bara brugðist við. Já, þið fórum með þetta bara inn í fyrra þetta ekki? Já, þá náttúrulega betri undirbúningur, það var búið að plasta allt gólfið og teppi yfir öllu. Núna er þetta meira svona bráðabirgða, en það kannski ekki eins mikil bleita sem að fylgja fólkinu inn, geri ég ráð fyrir. Það var náttúrulega bara í fyrra hefði maður þurft að vera með svona hitaherbyggi, af því að fólk sem kom í regnskólum í fyrra, það var blautt undir. Ég held að það verði ekkert í dag. Hver er ástæðan fyrir að þið viljið taka þátt? Þetta er bara skemmtilegt, gaman að fá okkur að flotta listamenn og líka bara menning fyrir samfélagi í heild sinni. Þú veist, þetta er ótrúlega svona flott hátíð sem að var farið á stað með fyrir hvað þið tókuð. Þið æla spiluðu fyrstu hátíðinni. Það er örugglega 10 ár síðan, meira. Já, þú hefur verið að spila líka? Já, ég hef spilað 2 með ælu
spiluðum 2016 á Vallagötunni. Það var fyrsta hátíðin það? Önnur hátíðin held ég. Við erum bara búin að vera með núna í 3 ár, þannig ég er ekki alveg með söguna hreinu. Nei. En já, og það var líka svona við kannski höfum svona tengst við hátíðina í gegnum það og þess vegna komum við inn í þetta. Já, það var alltaf, ég hef farið á alla heimatónleikana sem hafa verið haldnir og hefur alltaf þótt þetta stór skemmtilega að geta farið svona á milli og bara sterkt einhvern veginn af fólki að vera að taka þátt í þessu og halda þessu lifandi. Og síðan er alltaf bara fólksins að það selst strax upp, enda engin ástæða, ekki ástæðalausu, þú veist þetta er skemmtilega viðburður, hitta fullt af fólki, fólk náttúrulega sem að koma lengra að en bara náttúrulega sem býr hér, gamalt Suðurnesjafólk eða gamli Keflvíkingar. Þannig að þetta er bara stemming að taka þátt í svona viðburði. Já, og hvað 3. árið eitthvað núna og hvað, þið haldið bara væntanlega áfram? Já, það er bara, hvað finnst það aðeinslegt, bara vonandi að vera gott við næst. Já, þið ætlaði að semja betur við eitthvað að árið ekki. Gott við næst, algjörlega. Jú, við höfum bara klárt inni líka, þannig að ef það fyrir eins og núna, þá getum við bara verið inni. Það var tónlistarmaðurinn Snorri Helgason sem skemmti gestum á Meldtegnum, en hann gat sér fyrst orð með hljómsveitinni Sprengjuhöllinni, en er sólólistamaður í dag. Snorri, þú ert komin inn, er ekki fínt að vera bara komin inn núna? Ég myndi segja það, sko, þetta var stemming, sko, og þú veist, eitthvað, ég fekk ekki raflost, þannig að þá var ég bara við, sko. Já, það var jafnvel hægt á því í svona bleitu. Já, það var allt blautt. Ég slapp ágætlega og gítarinn, en í raun og veru allt annað var blautt, sko. Þetta verður meira svona kósí hérna inni og eftir. Já, ég held að aðeins að hitta puttana. Já, þeir voru ekki orðið kaldir. Og þá bara heldur þetta verður bara mjög fínt, sko. En betur, þú ekki komið áður á þessa heimatónleika, eða hvað? Nei, ekki það. Þannig þetta er bara geggjað, þetta er bara ágæt stemming, sko. Þetta er virkilega skemmtilegt og svona flott annað konceptið, ekki? Jú, algjörlega. Þetta er bara, og bara sérstaklega, ég held að þetta verður mjög gaman að vera hérna inni líka, bara í svona meira kósí, það er svona, þú veist, þjóðlega stemming sem að ég kann mjög vel við mig í, sko. Þannig að bara mjög vel, sko. Og hvað, þú ert búin að vera að spila núna í eitthvað tæparinn 40 mínútur? Já. Hvað ætlar að spila, hvað verður með sömu lögin aftur eða? Ég hugsa ég breyti aðeins, þetta er bara við komin inn, sko. Það var aðeins öðruvísi feelingur, sko. Já. Þannig að þetta breyti aðeins, ég ætla aðeins að fara yfir prógramið núna hérna í pásunum á milli og sjá. Og þetta keyra þetta bæði á bara þínu lögum sem hefur verið að semja undanfarið og alltaf Sprengjuhöllin líka. Svo þetta pabbi, gaman að heyra þið taka gammal tríó. Ég gerði það, ég hendi eitt þannig og svo bara svona hérna og þaðan, sko, bara það sem að svona ég hef áhuga á það, sko, það er bara þannig. Þú varst lífið með þér, já það talið eins og hingað til þessi hjörtu í dag og hafa það fint bara svo það sé sagt. Einn af föstum liðum á Ljósanótt er kjötsúpan frá Skólamat. Hvað segið þið? Skólamat af fjölskyldan, og var það ekki þessi gaur sem byrjaði á þessu? Jú. Manstu þetta í fyrsta skipti? Já, ég var á tröppunum á dúshúsinu og þá var ég með lítinn pott sem var kannski 20 lítrar og það þótti mikið. Hann tók stærsta potti þá og núna þurftum við marga stærstu pottan í dag. Og við þurfum að margsetja pottana í dag. Það er líka gaman aðeins að fá að vita magn, af því að þetta virðist vera aukast ár frá ári. Hvað, eru þið með svona lítratölur og annað í kollinum? Alltaf þegar við tölum magn í Skólamat, af því að það er stundum svolítið magn hjá okkur, þá segjum við það er bara einn í einu. Hann verður að virka þessi einn í einu og svo bara er röð. En í dag þá eldum við 6 tonn af súpu og í því það fór 2 tonn af kjöti og nú manni ekki hvað ég sagði við í fyrra þegar við höfum sagt áður, en þetta er svona frekar að aukast og við teljum að í dag hefur Skólamatur
afgreitt kjötsúpu fyrir 20.000 manns, jafnvel 22.000, eitthvað á því bili. Þannig að það eru margir sem fá að borða kjötsúpu í dag og bara hún líkar nokkuð vel í dag held ég. Þannig að skólakrakkarnir eru að fá sömu súpu og við erum að fá hérna í skólum landsins sem að þið eru að þjónusta, einhverju mörg, 18.000 manns eða eitthvað? Skammtar? Já, cirka 16-17.000 matar sem er að fara í skólana og sumir að koma inn í annarskipti, sumir jafnvel eins og ég í þriðaskipti í dag, bara við elskum þetta. En elska krakkarnir þessa súpu líka? Já, þau elska kjötsúpu, það er bara magna hvað þau bara, Við mælum á hverjum degi hvernig ánægin er með hvern einasta rétt og það eru búin að gera í 15 ár. Mælum, magn og ánægi og ýmislegt. Og kjötsúpan kemur rosalega vel út í ánægi hjá nemendum. Það er svo gaman, íslensk kjötsúpa með bara hreinu lambakjöti, þetta er bara... Axel, þetta verður ekkert miklu íslenskara þessi matur? Nei, og þetta er bara lengi býra fyrstu gerð. Þetta er bara góður matur og það má ekki gleymast og þess vegna er svo mikið atriði að gleyma ekki kjötsúpun og hafa hann á matselum eins leikið og mögulegt er. Já. Er til ein svona ríkis uppskrift að kjötsúpu? Jú, við erum með það. Já, við erum. Alltaf þegar við tölum við kokka uppskriftir, þá er það leyndarmál. Þeir gefa ekki upp uppskriftir. Af því að þetta er svolítið í hausnum á þeim líka. Það er ekkert elda, þetta er bara nákvæmlega uppvist og þetta er bragðinu. En kjötsúpa er svona einhvern veginn, finnst mér svona haustmatur, upphafið að vetrinum. Af því að hún nefnir þetta þá heiti ég hérna kona áðan og sagði, heyrðu þessi uppskrift er nákvæmlega síðan hann er mömmu, hún setti pípar í hana og það var gerðið við. Þetta fengum við leyndamáli. Svona byrja kokkarnir að segja smá í einu. Koma leyndamáli svona hlutaði. En veðrið á ljósanótt er allavega og veðrið á ljósanótt er alltaf gott fyrir kjötsúpu. Þetta einhvern veginn hentar vel hjá okkur. En úr því ég er með ykkur og við getum ekki tala endalast um kjötsúpu að það er mjög gaman að fylgjast með vaxandi fyrirtæki skólamatar en nú voru ákveðna breytingar í haust þegar það var samþykkt á öllum í landinu að öll skólabörn fengju gjaldfrjálsa máltíð. Hvernig getið þið satt mér í stuttumáli hvernig þetta hefur gengið? Þetta gekk vel út af góðu skipulagi og góðri samvinnu eins og við í skólamat þekkjum svo vel. Í samstarfi nemendur og skólastjórnendur og okkar góða starfsfólk þá hefur þetta gengið vel og það var ekki sjálfgefið og ég segi stundu þegar allt gengur mjög vel þá er það ástæðu, þá er búið að vinna mikla vinnu og það er þannig sem það gekk í vetur. Það hefur reynt verulega fólkið okkar af því að við vorum alveg stressuð áður en þetta byrjaði, hvernig verður þetta og hvernig verður skipulaðið og koma allir einhvern veginn í einu en þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Þegar Axel byrjaði með, svona bara eitt stóran pott sem var kannski fyrir nokkra tugi manns, kannski 100 á því, en núna er þetta svo mikill fjöldi og þið sem fyrirtæki eru búin að stækka svo mikið, það hlýtur að vera áskorun í gegnum öll þessi ár. Já, en grunnurinn okkar, við erum fjölskyldufyrirtæki, við leggjum áherslu á það að við erum að vinna fyrir fjölskyldur og erum fjölskylda og það er svona grunnurinn af skólamat og ég held að það sé bara lykillinn, skilurðu? Það er samvinna og við erum allavega og starfsfólki okkar og viðskiptavinninni eru allavega og við mætum hvert öðru eins og við erum. Eins og fjölskyldu gera. Og nýtum kosti hvers, í starfsmannahópnum, við nýtum kosti hvers og eins og það við bætum hvert annað upp. Og það er svolítið líkinn og hlusta á viðskiptavinni. Hvað viðskiptavinni vill. Bætum hvert annað upp, af því við erum til dæmis mjög ólík hérna. Sumir tala meira en aðrir og svona. Nei. En Axel, við endum þetta á því að þitt nýsköpunarfyrirtæki fyrir 25 árum síðan er orðið mjög stórt, eitt af stærri fyrirtækjum á Suðurnesjum sem er mjög ánægilegt og ósköld ykkur til hamingju með það en gastu séð þetta fyrir? Stækkunin á fyrirtækjum? Sko, Páll, ég hafði svo mikla trú á þessu að það var ekkert annað sem komst að og það var alveg sama hvaða veggur var og ég fór yfir hann og brauta niður og við héldum áfram statt og stöðu og þetta er árangurinn. Ef þú hefur trú að einhverju, þá hefur það af. Ein auka lokaspurning. Hvernig er að vera með börnin sín 2 að stýra fyrirtækinu og þú svona aðeins ennþá að skipta þar af þú þykist vera hættur? Vistu það fara margir og kaupa sér lottó með það einu sinni í viku. Ég keypti 1, þessi 2. Þetta er 2-falt? Stærsti lottóvinningu sem ég hef unnið að geta verið heima og fengið útborgað. Bara gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta, Vali.
Voru búin að hóka súpu? Já, æðislega góð, eins og alltaf. Hann var líka á Eyrarbakka með súpuna. Já, og brást ekki bóðalistinn. Það koma því að sko. En ekki ágætt að fá alvöru súpu svona þegar haustið að byrja? Jú, veistu það, þetta bara mjög gott og ég verði að segja það að mínus ljósanátt bara algjört æði. Það ekki? Jú. Ertu búin að fara við það? Og áttu eftir að fara við það? Já, við byrjum náttúrulega daginn á því að fara í sund. Já, það klikkar ekki sko. Sunni. Og í gær endur við að ranni. Þannig að við erum búin að fara við það. Og hvað tekur við í kvöld? Það verður bara rólegt í kvöld. Það kemur í ljós. Við erum búin að vera fótrás. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Sýningin Önnur nálgun, Oddgeir Karlsson ljósmyndari og Sossa Björnsdóttir myndlistarkona. Þið eru saman með þessa sýningu. Segið mér aðeins svona frá hvernig ykkar samstarf kom til með þessa sýningu. Sko, samstarfið hjá okkur búið að vera ábygglega í einhver 20-25 ár. En á síðasta ári þá kemur Sossa í heimsókn til mín og þá ég að skoða myndir sem ég hafði tekið og var búinn að prenta þær svona aðeins út og bara ákveða mig hvað ég vildi upp á vegg hjá sjálfum mér. Og í þessu viðtali okkar þá kemur í ljós að við höfum útskrifast bæði 30 árum fyrr frá listaskóla í Ameríku. Og Sossa ákveði þá að við skildum halda samsýningu. Það bara, hún sagði að það kemur ekkert annað til greina en að við höldum sama sýningu. Þannig að þetta sú sýning. Við hún næri í svona, hvað maður segja, inspiration úr litum og formi, túlkar á síðan á sinn hátt og þetta útkoman, held ég. Þetta eru litir frá Reykjanesi. Við Reykjanes vita eða við Gunnu hver eða ekki? Einmitt, ég nefnilega sá það sko, því ég sá þessa myndir hans Oddgeirs, að þá sá ég get alveg inni með þetta. Þetta alveg litinni mín, ég búin að vera með gula litin og bláa litin og rauða í mörg skipti sem ég verið með sýningu, en aldrei einhvern veginn á þennan átt. Og tilur þess að mynda hjá mér, hugsun á bakvið myndirnar, það sko alltaf ein fígúra neðst í horninu. Ég nefnilega á einn vin sem tekur rosalega mikið af sjálfum í landslagi. Og hann alltaf einn í myndinni, þetta karlmaður sko, einn í myndinni og svo umfjöllunarefni á bakvið hann. Þannig að þetta eru sjálfur á Reykjanesi og myndirnar heita það allar. En þessar myndir voru reyndar málaðar sko áður fyrir þessa sýningu. En ég var samt komið með myndirnar hans Oddgeirs og það héngu upp á vinnustofunum minni og ég var svona að gjóa augunum á þetta annars staðar því ég var að vinna og þá læddust litirnir inn í þessar myndir hérna. Þannig að útkoman ég rosalega ánægð með þetta, mér finnst það passa rosalega vel saman og þetta eins og bara, þetta eins og við hefum bara staðið hlið við hlið og gert þetta. Þannig vinnum við svona great minds think alike, ekki þannig? En þarna vinnuðinn og sem sagt að í rauninni að taka sjálfur við Gunnu hver sko. Já, þetta sem sagt bakgrunninn, en hann alltaf hérna í horninu. Hann veit ekki það, ég ekki búin að tileinka sýningunni honum sko, en ég læt hann vita að þessu tækja fyrir þegar ég hitt hann sko. En Oddgeir, talandi ljósmyndina þína hérna, þetta algjörlega magnaði litir í þessu og segðu okkur aðeins svona frá hvernig þú gerir þetta og hvernig þú upplifir þetta. Sko, maður farið á þetta svæði alveg hverju einast ári í sennilega 20 ára og hefur farið að horfa öðruvísi á landslagi heldur en oft áður.
við erum með þessi önnu nálgun okkar, eru þetta skýrskotum til þess að við nálgumst viðfangsefnið öðruvísi, sikkum áttinni. En svo eru myndirna mína meira og minna að í staðan fyrir að horfa á landslagi í heild sinni, að afmarka hlut í landslæginu til þess að mynda. Og það er eiginlega sýningin af mér. Það er svona að reyna að sjá eitthvað annað heldur en maður séð venjulega. Þessi liti sem við sjáum hérna, þú varst búin að segja okkur að þetta væri ekki nýleg mynd. En hvernig er staðan þessi þarna núna? Sko, ég gerði mig leið fyrir 2 vikum þarna út undir því að ég taldi mig þurfa að vera með einhverja glænýja myndið á þessu sýningu. En þegar ég kom á svæði þá var þetta bara allt farið. Það er bara komnir í gígar, hvítur kísill yfir þetta svæði. Þannig að nú er bara mórauður litur í öllu. Þannig að ég sneri bara snarlega við og tel mig bara heppin að hafa verið búin að ná þessu áður en þetta breytist svona þetta landslag. Þannig gerur eitthvað grein fyrir hvernig þessi litir myndast þarna? Ég hef ekki hugmynd. Enda pæli ég ekkert í því. Ég bara gríp þetta þegar ég horfi yfir, þá sé ég bara eitthvað sem að mér líst vel á og sumt af suma myndir sem ég hef tekið, það lenda bara í ruslakistunni, sko. Og við sem að kannski myndum mikið og erum að nota drónana, ég spyrði að því, þú veist, var þetta drónatímanum eða er þetta fyrir hann? Þetta er fyrir drónatíman. Þetta er bara hefðbundin labba og horfa á landslægið aðeins öðru heldur en venjulega. Fyrir sig. Þú hefur myndað mikið á Reykjanesi skaganum og gefið út bækur meðal annars. Er eitthvað staður á svæðinu sem að það er meira uppáldi hjá þér heldur en eitthvað annað? Þessi var í miklu uppáldi hjá mér og alveg sárgrætilegt að þetta sé horfið. En þetta er vonandi til einhverstar annar staðar. Þannig að það er ekkit ólíklegt að það sem eru hverasvæði að þetta finnist þar. Það er bara að skoða. Sossa, þetta voru eins og segir litinni þínir, þannig að við sjáum alveg sterka samsvörun hérna. Það er náttúrulega bara eins og málverk. Þú veist, þetta hér, það er bara eins og ykkur hafi komið með pensil og mála þetta. Þannig að það er auðvelt að stela þessu, rosalega auðvelt, en svo náttúrulega verður maður líka að vera trúr sjálfur sér, sko. Þannig að, en þetta er klárlega mjög spennandi verkefni og spennandi inspirasjón, þannig að ég haldi nú áfram með að nýta mér þetta, nýta mér Oddgeir. Ertu vön að vinna mikið eftir, eða hvar nærðu í þín mótíf? Tekurðu ljósmyndir eða ferðu bara með verkfærin þín út í náttúruna og setur upp fótinn og byrjar að mála? Nei, ég hef sko gert það, en það einhvern veginn henta mér ekki. Ég er rosalega upptekin af fólki eins og þú sérð og það verður að vera fígúra í myndinu minni. Og það er saga baku alla sko eins og þessi með vinn minn. En ég er líka rosalega upptekin af náttúrunum. Mér finnst bara, hún er svo falleg. Þú getur ekki málað hana. Þú nærði henni tæplega með myndavél. En þú ert nærði heldur en skaparinn skapa þetta sko. Þannig að við erum að reyna og ég er rosalega ánægð með, eins og ég segi, með þessa samvinnu og Já. En nærðu, ertu að nota myndavélina eða símaðinn út í náttúrunni og smellir og kemur svo heim og vinnur? Já, ég gerir það svolítið. Þannig að og ég á mér eina mynd niður í kirkju þar sem að ég er búin að láta Maríu Mey bara í básinn, þið hafið kannski séð hana, hangið niður í kirkju, þannig að ég hef gert það einhvern veginn svoleiðis sko. Þannig að ég er eins upptekinn af, og Reykjanesið er bara falin perla í alvörunni. Það er bara, og fyrst er ég náttúrulega alin hérna upp, svo flytti ég í burtu í ykkur 30 ár. Og í þessi, þegar ég var alast hérna upp, þá var þetta bara ljótasta svæðið á landinu. En svo þegar ég er orðin þroskuð og kem tilbaka, þá sér maður hvað, þetta er bara í bakarinn hjá manni. Þetta er þvílík fegurð. Þannig að við bara erum rosalega heppin og vonandi bara verður ekki allt undir raun. En eins og Oddgeir segir að það skapast nýju möguleikar, ég meina landið er ennþá í mótun og það
það gerist eitthvað svona væntanlega. Þannig að við bara vonum. Þannig að Oddgeir, við getum kannski ekki boðið Sossu myndir núna af svörtu Grindavíkurhrauni því að hún ekkert mikið fyrir þetta svarta. Nei, það er spurning. Nema og kannski lögumir eldglæringum inn í það. Já, það möguleg ekki. Já, en hún finnur alltaf út úr því. Það er engar ágjörð því að hún finnir ekki út úr að gera eitthvað við þetta svarta, sko. Það lítur að koma eitthvað andlitar líka. Það kom nefnilega upp hugmynd sko að hann myndi taka myndir vetur að því ég er svo upptekinn af hvíta litnu sko. Þannig að það er... Það getur verið næsta verkefni. Svart og hvít, það getur verið næsta verkefni sko. Hver veit? Hver veit? Blue jean queen with a touch of class, catching your eyes, she floats on by like a model from a photograph. Blue jean queen with a touch of class, acting oh so nonchalant, how I'd love to see her laugh. Ég náttúrulega byggingarverkfræðingur og hef aldrei tekist að vera listamaður og þess vegna ákvað ég að fara bara að byrja á því að breyta útlitinu og fór að safna skeggi og fór að verða listamannslegur í útliti. Og ég var ekki byrjað að setja neitt upp, þá voru starfsfæðar að kalla mig listamann, bara út á útlitinu sko. En þú ert að vinna með ljós? Já, ég er bara að leika með ljós. Og þessi verk sem þú settur upp hérna á Ljósanótt, hvaða verk eru þetta? Þetta hérna þetta er Örninn er lentur og sjáðu hérna, hann er að lenda hérna á Stöðlabergi og hann er lentur á Stöðlaberginu. Þetta er flugsaga Íslands í þessu fugli, bara nánast eins og núna verið að sýna í einhverju stöða hérna. Og textinn er sá sami, ég hef búið langt síðan ég skrifaði textan þetta, að það var sagan örninn fyrir norðan sem Agnar Kúvit Hansen keypti í félagi við, mann og ekki alveg hvern, og það var 1937 og það var það flugfélag Akureyrar sem var svo flugfélag Íslands sem rennur svo inn með loftleiðum, inn í flugleiði og þetta er hluti af Icelandair bara. Og síðan blanda ég saman sko að því Örninn lentu, það er líka einn frægasta setning í heimssögunni, Eagle has landed. Það er þegar Neil Armstrong lendur á tunglinu. Hann sagði reyndar eina setningu undan eitthvað. The system is okay, Eagle has landed. Og hérna, hann svolítið fyndi sko, þetta er ekki fyrsta setningi sem sagður á tunglinu. Það var fyrsta setningi var eitthvað, kerfið er í lagi. En hérna, og þá er svona blandaði þessu saman, þetta er Örn þarna og hann er lendur og svo náttúrulega Örninn á Akureyri, vélið sem við keyptum það hét Örn, já, og hún var sjóflugvél, lent á pollinum og hún alltaf svo þegar menn sagði, já, Örninn er lendur, þetta er bara saga flugsins. Og svo blandaði ég þeim saman, sko, þá bý ég til eins og skrokkinn, hann er svona eins og skrokkur í flugvél, eins og gömlu kossum, og svo tek ég vængina og þetta var tvíþekja þarna, þetta það ekki, jú, og þá er ég þess vegna líka með þetta sko, þetta er bara svona blanda saman sko, þetta er alltaf tvíþekja og síðan er sko, hérna þá er þarna sko flækjan og allt þetta er sem sagt á taflan turbulensin í vindinum, bara hreyfingin í loftinu og svo hérna ef maður horfir á hann að þá er sko hryggjasúlan, hún er hér. Hún er alveg bein, af því að hryggurinn er alltaf einn og hann hryggurinn stjórnar þessu og hann tengist við, heilinn tengist við, heilinn er náttúrulega líka allur í rugli og svona er þetta bara. En það eru fleiri verk á svæðinu? Já. Þetta er það fyrsta sem hún settur upp? Já, þessi fór fyrst upp, ég þurfti alltaf að koma honum upp á. Meðan menn voru að fá að vinna hérna, þegar þetta var ekki fyrir mann að gera þetta, sko. Og þarna efri hlutin er sko, það er alltaf að geyma alla spennan og allt dótið. Og ég fekk að smíða þetta hérna í dráttarbrautinni og var þar dag og nótt að smíða þetta með stráknum mínum. Og
það tókst ekki að, sko það voru flókið að fara að setja inn í hana, þannig ég setti bara kassan upp á, þú veist, ég að vinna tíma. Og síðan er þessi fugl, hann er sko, hann er tilkominn þannig að ég var með heima hjá mér, ég var að gera svona martini-glös, þú getur séð inn á eftir, og ég let hérna fyrirtæki leysiskera fyrir mig og þá hérna, svo þeir tóku upp sem sagt, ég var búinn að 6-8 stykki, svo tóku upp einn svona stautin, hann var metris hár, þá var hann skemmdur í endanum, þannig að ég gat ekki notað hann í martini-glasi og svo bara var ég með þetta í höndu, þetta var ónýtt og svo bara horfði ég eitthvað út í glugga og þá bara sá ég eitthvað fugl og bygglaði bara í fugl, bara í M, gamla M-ið sem að allir litlu krakkarnir, fyrsta dýri sem allir Íslendingar teikna, M, og svo bætti ég öðru M-i, undir eða ofan, ég man ekki hvort, ofan á, það er lengra, og því ég klippti hann sko, þannig að efri hlutin aðeins lengri, og þá klippti, já, svo bara púslaði þessa saman, og ég á sem sagt einn sem er metisplötum, svo stækkaði hann upp í 2 metra heima, og það voru 2 metra fuglinn, hann var bara úr gataplötu frá máltækni, bara vestmiði framleita, en svo þegar ég bjóti þennan, þá stækkaði hann upp í 3 og ég let leysiskera allt, ég teiknaði þennan gjörsamlega, ákvað alla geometríun og hólunum á göttunum og allt, sko. Þannig að, já, svona er þetta. Og hann hefur nafn? Já, hann er náttúrulega, Márinn, já. Og svo samt ég ljóð líka hérna. Márinn mjúkstað svífur milli heima tveggja, sko. Þessi heimur og þetta eru alltaf 2 heimar, sko. Og, hvernig var svo líka meira, ég maður ekki, ég kláraði eftir. Og þenniðverkið, það er ekki luftgítar en svona eitthvað í tilvísun í eitthvað slíkan? Þetta er light luftgítar. Kíkjum á hann. Og hann hérna, svo var ég að láta leysiskera allt þetta dót hérna hjá Geislatekni og þá átti ég svolítið afgang af plötu og það var alltaf einhver að hringja mig og fara að taka þessa plötu. Ég er mikið að geyma hér eitthvað dót fyrir Pétur og Pál og hérna, já, ég ætla alltaf að taka hana. Svo bara sagði ég hafði ekkert að gera heila þessa plötu heima hjá mér. Þannig að ég letu bara teiknaði ég upp þetta hérna sem er, sko, þessar 2 plötur hérna, þetta er botnin í martini-glasinu. Og svo er hitt bara hérna annar svona, heitir, hérna, eitthvað, háhýsi, þetta hérna stóri. Og þetta eru varahlutir í það sem ég hafa búin að gera áður. Þannig ég let bara gera varahluti, svo fór ég að ná í þetta. Þá voru þessi pakkað þannig, en þessi 2 voru saman á endanum og hitt stóð svona. Ég bara, það er gítar! Og bara bang, bjóð til gítarinn á 0,1 sekundu. Og þú varst svona með ákveðna hugmyndur hvernig væri hægt að nota hann? Já, svo náttúrulega eru það þannig að þetta er eins og svipað á luftgítarinn, en nú er þetta að spila með hljóðið og það verður músík undir, þú velur bara músíkina og svo verður með svona takkaborð og getur stjórna hverju streng fyrir sig og ef þú skýtur sko ljósinu og getur haldið í og skotið í hér upp og niður, út og söður og svo getur þau breytt hérna litastýringunni, það er takki þannig að þú ert með 4, það eru 4 takkar eða hnappar til að lemja og svo 4 litastýringar og þú ert bara aðeins og sért á lúfsgítarinn að þetta er bara light gítar og þá ætti að reyna að ná ljósinu í taktinn við það sem við músíkina. Leið og við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt blað sem dreiftir víða á Suðurnesjum og einnig á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að skrifa nýtt efni á hverjum degi inn á Víkurfréttavefinn, vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni, en hvetjum ykkur til þess að fara inn á Víkurfréttavefinn. Þar getið þið séð þennan þátt og margt annað skemmtilegt. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Sig í kampa við kælið það við kast
ætlar að djamma, fá sér nýjan vin. Mamma ætlar að djamma, elsku kærli minn. Svo ljúfsárt getur lífið verið og losa sig við krakka fyrir Rauðum vörum blitar glasið, þakka tásurnar, lyftir barmi þarf að toppa hina kásirnar. Af heimsku skal nú lagt á ráðin, það leiðir skásta nætur bráðin. Stundum fer hún heppin, en oftast fer allt í fólk. Þá fer hún heim með ösku pöntu fullan drullu, svo kom við syngjum. Mamma ætlar að djamma, til í tusk.